ef það er eitthvað barn þarna undir, ef að Árni er þarna undir, þá vill ég komast þarna inn. Þannig að ég sting mér inn í sem sagt kastalann þar sem var búinn að falla svona saman og sem sagt féll niður og yfir sig. Þar undir er svona nokkuð stór loftbóla sem er haldið saman, held ég, af þessum rennibrautum. Það er ekkert barn inn í því, þannig ég fer lengra inn. Það er enginn sem tekur á móti mér þar og þá fer ég í gegnum inn í 3. loftbóluna. Þá svara strákarnir mér, Árni og vinur hans. Þá eru þeir undir dúknum uppi á keilunni sem var alveg í miðjunni. Og á þeirri keilu þar var eitthvað þak sem að hélt dúknum bara yfir þeim. Og það var í lagi með þá? Það var í lagi með þá. Geturðu svona lýst þessari tilfinningu að finna hann þarna heilan á húfi? Hún var mjög góð. Sem sagt, adrenalínið dettur alveg niður og leið og ég næ að kalla á móður hans og sem sagt og heyri að systir hans og segi lagi líka og þá fell ég eiginlega bara saman. Ég örmagnast á leið og sem sagt ég næ að kalla á hóp til þess að koma og hjálpa strákunni niður. Hefurðu einhverja hugmynd hvað þessi leit tók langan tíma? Nei. Ekki hugmynd. Þegar maður veit ekki hvort að barnið sitt sé á lífi eða ekki, þá líður tíminn mjög hægt og það gæti verið, 3 mínútur, það gæti verið korter. Ég veit það ekki. En þannig að þú óttaðist raunverulega það versta meðan þú varst að leita á hann? Já. Ég var mjög hræddur það. Það var á meðan og veist ekki hvar barnið þetta er þegar þú veist með 15 metra hátt fjall fyrir fram að þig, þá óttastu allt.